Hvað ætlum að fara yfir núna? Það ekki að þá komið að uppljúma þættinum? Mér finnst bara eins og ég hafi verið inn í gær, sko. Aha. Já. Svona, geggjað. Færa mikrofónun aðeins frá þess og þú þurfur ekki að vera... Það skal vera dýprópaðan en mikrofón. með mænuna hérna eitthvað. Sendi ég þér ekki viðtalið hérna á David Cho, asíska listmálarinn sem var Joe Rogan. Hann sagði mikið frá honum. Hann tók upp 2 tíma podcast með gagbáli í munnunum. Ég meina, why not? Akkur ekki. Hann er greinilega bara að brjóta upp formið. Já. Og hann tók upp eitt þátt þar sem hann lék bæði mannræningja og fórnarlamb mannræningjar. Hann var í báðum hluturkum í þættinum. Þess að ég elskar svona að vera. Hann algjör snillingur sig gæir. Og nú þú að taka svona viðtölu við fólk og svona og alls konar fólk. Og ég var náttúrulega í þessu í nokkur áleika. Skemmtilegasta fólki var einmitt svona skrýtni listamenn. Já. Tóku viðtal við þá standa 2 upp úr. Snorri Ásmunds. Já, ég þarf að fá hann. Já, hann er svona, við erum ekki alltaf svona sammála kannski ég og Snorri en ótrúlega skemmtilegur karakter, alveg stektur og minn uppáhaldsmaður það er Eid Sæbjörnsson, Eid Les. Já. Það er rosaleg típa, sko. Og það er bara þetta, við byrjum að taka 1 þátt þar sem við fórum bara í gegnum Tongue of the Lawn, plötuna sem hann gerði. Og þetta var bara eina af mínum uppáhaldsplötum, algjör steypa, sko, bara eitthvað tekin upp í eldhúsinu heima hjá honum í einhverju kompu í Berlín. En þetta var kvöldplata. Og svo seinni þáttur sem við tókum, og textarnir eru bara eitthvað steypa, sko. En við krufðum texta á einu lagi. Og lagið, titillinn á laginu er sko 100% unreliable, 100% óáræðanlegur. Og hann er bara að þylja þessa möndru, allt lagið bara, ég er 100% óáræðanlegur. Og þetta er algjör dauð og djöfull, sko. Og við tókum bara heilan, 90 mínútna þátt bara, við bara fórum í bara eitthvað heimspekilega hólu, skiljum við, að krifja þetta lag. Og svo held ég að við tekið 3. þáttinn bara allt var þemi var bara þjáning. og bróður minn Davíð var með mér og hann var bara fucking maður, hvað er í gangi, skilur, en ég tala þetta tungumál, þetta finnst mér skemmtilegt. Já. Snýri mitt bara sköpun og brjóta formið upp. Já, ég er alveg saman, þetta er alveg gott að hafa þetta á bak við eyra, sko, þegar ég hlustaði á hann mætti 2 sinnum til Joe Rogan þessi gæi, David Cho. Og ég hafði hlustað á báða þættina áður, svo datt ég onni eitthvað 10 mínútna, kom eitthvað allt í enn á YouTube fyrir svona mánuði, eitthvað 10 mínútna segment og ég endaði bara að hlusta á að báða alla aftur, sko, að mínum að þetta besti viðmælandi sem ég hef heyrt. Þetta er svo abstrakt. Því hann er líka, við tengjum líka alveg við hann að því leita, hann er sko multifíkill, eldklár gæi, hann er milljónamæringur í gengur, þú veist, en hann er bara allan þáttir, hann er bara, akkur er ég svona ruglaður? Hvað er að mér? Já, einmitt. En þú spáir í því, þú veist, er eitthvað að honum eða er eitthvað að samfélaginu sem hann býr í? Já, það er það sem hann til dæmis talar um í þættinum, hann talar um hann, þú veist, dettur í reglulega í svona þunglindispitti og nú er hann búin að læra það sem hann gerir, hann fer þá til Tansaníu, hittir Hadza-træpin, sem eru bara svona hunter-gatherar. Og hann segir það, þú veist, ég er búin að þeir eru djúpri þunglindishólu í Los Angeles, að þá á öðrum degi með Hadza-træpin er þunglindið farið. Þá svo þú færið út á morgnana og byrjar að veiða og hann segir, ég er alltaf engu formið þessi gæði og er hann bara eitthvað hlaupandi með og veiðandi eitthvað antilópur þeir bara, þú veist, vakna á morgnana og bara hlaupa til þess að veiða eitthvað, til þess að geta komið kvöldið og slátra bráðinni, borðað og svo er bara sungið og dansað sofið og repeat, sko. Já, ekki flókið. Og hann segir bara, fyrsta daginn er maður bara, hvað er ég búin að gera og maður er dauður og þolið náttúrulega bara í enga veginn samræmi við þá, en svo á öðrum degi, þá þunglindi farið. Já. Og þá fyrir maður myndi að hugsa þú veist, bara samfélag, skilur þú veist, að við uppáhaldskóti mitt á sínum tíma var alltaf it's no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. Nei, það er málið, sko. En þessi drengur er alltaf greinilega í svona, hann má segja forréttindastöðu þannig í hefðbundnum skilning. Veist, hann er alltaf obviously ekki með 9 til 5 vinnu. Nei. Hann þarf ekki að mæta neinum yfirmanni og hann þarf ekki byrjum frí. Nei. Og hann getur bara eitthvað gönnað til Tansaníu bara eftir henduleika og hann Viltu meira kaffi? Já, fylla á þetta drasl.
Því svo, þú veist, talar um að díla við þunglindi, en þetta ójafnvægi í boðöfnum. Þú veist, hvernig allar að bregðast við því bara sem svona einhver normal Joe, sko. Þú veist, ég veit ekki, Sölvi, þú örglegt hjá að vera í svona 9-5 vinnu. Þú veist. Fyrir löngu síðan. Ég að segja það, en þú veist, þetta alveg, þú veist, ég að finna það núna, kortir í 50, sko. Ég að bara, þetta og með fullri virðingu fyrir mínum yfirmanni sem ég þykir bæði og mjög væntum. Og ég þakkláttur fyrir vinnuna mína og líta á það sem hálfgeir forréttindi, sko, það sem ég að gera, bara út frá mörgum öngum, en þarna... Það gaman að koma í vinnuna til þín. Það stemning, og veist, og ég vinn fyrir stemningsmann og þetta bara hliðin á heima með mér og þetta bara allt sjúklega ákjósanlegt, en mér finnst ég vera svona komin á svona ákveðin stað og spæði svona í aldri það sem mjög bara, veist, vinnutíminn bara einfallega, það bara of margir tímar í vikunum sem ég þarf að mæti vinnu, það bara of mikil viðvera og og það svo mikið annað í gangi í lífi mínu sem ég að gera sem að má segja, ég var bara að hugsa þessum daginn, ég hugsa bara, fuck veist, það sem ég að gera annað veist, með þessum brjálæðislegu áhugamálum mínum með að þrá ekki hvað varðar UFOs og annað og bókaskrifum og greinum og podcastum þetta bara svona, veist, þetta bara svona 80-100% vinna veist, ég geti hvert stelpuna mínar á mótnana, þær myndi bara fara tína í vinnuna og stelpan í skólan veist, og pappi bara heima að grúska í þessu veist, til 3:30, þá fer ég bara í bónus og svo bara þegar konan kemur heim 6-leitið, veist, þá ég bara búin að setja mat á borðið, skilur, veist, þetta orðið mikið, þannig að veist, ég man ekki hvert ég var að fara með þessu, en við vorum að tala um skilyrðingar, 9-5. Já, þannig að ég búin að setja, sem sagt, leggja fram fyrirspurn til minna leiðbeinenda, litlu djöflana, og að sem sagt, ég bara, veist, ég þarf að komast í 100% skilvirkni og ég sé ekki alveg hvernig ég 100% skilvirkur, veist, ef ég að vinna 18 tíma á sólarhring, sko. Hvað eru litlu djöflarnir? Þetta eru leiðbeinendurnir, þetta eru starfsmenn, sem sagt, þetta eru starfsmenn á plani í stýrikerfinu sem heldur saman efnisveruleikanum og þetta er starfsmenn á plani í DMT heimum? Þetta er viðhaldsteimið okay. og þetta er sem sagt bara, þeir eru í þessum vélasal og sem hýsir þetta stýrikerfi og einhver tíman en samt einhver tíman ekki því þetta felur ekki í þessi tíma var þessi efnisveruleiki skapaður og honum er haldið saman sem sagt af þessu stýrikerfi og eigendur sem by the way eru líka hönnuðir og framleiðendur þessara stýrikerfis ég veit ekki hverjir þeir eru eða hver ásendingur þeirra en litlu djöflarnir þeir starfa í þessum vélasal og þeirra starfi auðvitað bara að taka á móti fólki sem að poppa upp og gefa þeim sem sagt viðeigandi skilaboð og mismunandi skilaboð eftir hver einstaklingurinn en þeir vita allt. Þetta eru leiðbeinendur, þeir fylgjast með þeir eru búin að fylgjast með þeir bara frá getnaði. Því að því þeir vita af hverju þú ert sko. Þeir eru ástæðan fyrir því í rauninni að þú ert í þessum efnislíkama. Já. Og þá má mögulega segja að það sem þeir eru að þeir sjá því í efnisformi, þeir sjá því, búin að taka bólfestu í þessum líkama, að sálin sem kemur og tekur sér bólfestu í þessum líkama sem að þú telur og upplifar vera þú, þetta er hluti af þeim. Því fyrir þeim engin aðgreining hvað varðar auðvitað bara sálir eða efni, það er eilíð, það engin afstæða og náttúrulega engin tími. Þetta eru litlu djöflanir. En ég búin að biðja þessa litlu djöfla að bara sýna mér hvaða næsta skrefið og því ég á svona svolítið stað núna konan mér segir í sig komin með gráa fiðringin og ég segi nei, veist ekki með þessa þvælu en á sama tíma mér voru illt í hnén og það 9:11 í hlaðinu þannig að ég veit ekki alveg kannski ég bara með gráa fiðringin ég bara ekki í einhvernum framíhöldum og vitleysu Nei, ég myndi alltaf segja
að ég hef alveg heyrtið mig tala vinnuveitandaðinn og þú veist, það er greinilega mikill topp maður, þú veist, þú tala mjög vel hann og og einmitt eins og segi, það er gaman að kíkja til þín í vinnuna og svona, en ég myndi einhvern veginn að svona maður eins og þú veist að það minnst einhvern veginn svolítið sjálfgefið að þú eigir ekki að vera í 9-5 vinnu, sko. Það veist að því að, ég veit ekki hvað en það er eitthvað bara eins og þú segir, skilur að frábær og vinnan getur verið, frábær, þú veist, þá er bara á einhverjum punkt ertu komin á þann stað að það bara einhvers konar að þú verður að vera einhvers staðar x marga klukkutíma á dag, hættir svolítið bara meika sens, sko. Það stöða svolítið flæðið, hvað var á sköpun? Þetta skapar álag. En eins og ég segi, ég er svona típa, ég stoppa nú yfirleitt ekki lengi við á samanstæðanum og ég er ekki að segja að ég er að fara að hætta þarna á morgun, en planið okkar er og minn yfirmaður, hann bara veit allt það, en stelpa mín er að taka stúdentspróf eftir 2 ár, þá ætlum við að fjölskyldan að brjóta þetta upp, sko. Ætlum að leigja út húsið og við ætlum að flytja suður á bóin. Ok, eru þið eitthvað bara að pæla í hvert ætlum að fara? Við fyrst vorum við að hugsa Krít, bara í eitthvað fjallaþorp, sko. Við erum búin að keyra mikið við erum að fara til Sardinju í sumar, við erum alveg opin fyrir því líka. Þetta snýstu þetta bara þú veist, þetta bara stemningu, þetta snýst svona matarhefð og eitthvað tungumál. En er ekkert að því ég er alveg með þér það er alveg partur af mér sem að er mikið til í þetta, en það er þetta, þú veist, það tekur tíma náttúrulega að finna félagsnett þegar þú flyttur í nýtt land. Tala nú eins og þú veist, ég hef verið einu svona á Krít, sko, yndislegur staður, en þú veist, ensku kunnáttan ekki fullkomin, skilur það er það sem heldur mér alltaf á Íslandi, það er félagsnetið mitt, sko. Já, klárlega, ég meina, 100%, veist, ég var erlendis í, rúmlega 15 ár, og svo kemur maður heim, búin að vera heim í 10 ár og maður er umkringd við góðu fólki. Veist, ég skil þig, en á sama tíma, þú voru að skilja, Sölvi, veist, ég er í svona stöðu núna, sem er svolítið njörfað, veist, ég er þetta mest barn sem ég er í sinni skildu augun í skóla og ég er í svona kerfi, í svona lúpu og stundum þarftu bara að brjóta þig lausan og þá dugir ekkert hálfkák. Veist, þú verður bara að gunna af stað og þegar ég segi við séum að fara að flytja suðurabóin þá þýðir það ekkert að ég sé að fara að leigja einhvern 40 feta gám og taka með mér einhvern hægindastól og eitthvað drast, sko. Við erum bara að fara bara til þess að slíta okkur laus til þess að ná áttum. Já, einmitt, þannig að það gæti verið þetta bara ár eða... Kannski er þetta bara ár og kannski, komum við tilbaka, ég þetta sé það fyrir mér, þegar maður er orðin eldri, ef ég ætla að meika Ísland og þetta kannski hljómar forréttenda fyrt og blind. Hætt að nota þessi orð. Þetta getur hljómað þannig fyrir suma, en málið er bara, ég má þetta. En ef við erum komin á þann stað að bara hlustendur og áhorfendur hér, sem þú veist, eru komin á þann stað að þú sért kannski svolítið mikið leikstjórinn í þínu eigin lífi. Það er að sér. Þá er það bara svolítið þannig að þú veist, ef þú ert að vælu með einhverja aðrir séu með forréttenda blindu, þá þarftu bara hysjubuðu buxurnar og frekar horfa á viðkomandi og segja, hvað er hann að gera sem að ég er ekki að gera? Í staðan fyrir að vera eitthvað öfundast út í einhvern Þannig allavega sé ég það, veist, ég hef flutt til útlanda og ég hef flutt heim og ég hef gert alls konar og þetta er bara ekkert mál, þetta er bara ákvörðun og ég sé það bara fyrir mér að geta verið á Íslandi kannski, veist, einhver x mánuð ári og svo verið einhverstaðar annar staðar yfir háveturinn, því háveturinn á Íslandi er náttúrulega bara þetta er náttúrulega bara tilgangslust þetta meikar engan sens. Mér finnst ég sjá það sko best að því ég er alveg góður eins og ég vetur skilur duglegur að fara á Úlfarsfellið og mér finnst oft svona þeir sem að höndla veturinn best á Íslandi eru þeir sem eru bara mikið úti og þú veist bara einhvern veginn mæta bara veðrinn en ég sé þetta svo mikið á foreldrum mínum þú veist, sérstaklega svo mömmu minni sko, ég man þegar ég fóð með hana til Tenerife þú veist, hvað var það fyrir 2 árum eða eitthvað hún, þú veist, allt í henni er hún á fyrsta degi úti á stuttermabólnum og hún horfir svona á mig og segir það má segja að lífið sé aðeins einfaldara hér Nákvæmlega þú hugsa maður bara, þegar maður er komin þú veist, sérstaklega maður er komin ákveðin aldur bara, þú veist, þetta er yndislegt land, æðislegt fólk en, come on, þetta er ekki alveg bestu skilin, sko bara líkamlega, nú er ég búin að vera hérna síðan í október þetta er fyrsti veturinn í 5 Þessi þáttur er áskriftaþáttur inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku